Góðan daginn og verið hjartanlega velkomin á fyrirlestur, hádegisfyrirlestur hér í Þjóðminjasafninu í þessari fyrirlestraröð. Það hún Hildur Hauksdóttir sem ætlar að segja okkur aðeins frá klausturjurtum í lækningareitu miðalda. En mér langar áður en ég kynni hana að segja okkur frá því sem verður hérna eftir 2 vikur. Því að þá þann 2. apríl mun Þór Magnússon, fyrrverandi þjóðminjavörður, fjalla málefni tengd sýningunni sem hérna frammi, Kirkjur Íslands, með augum biskups og safnmanna. En eins og þið kannski vitið að þá eru núna í sérsýningarýmum í Þjóðminjasafninu, öllum 4 sérsýningarýmunum eru sýningar sem tengjast Kirkjum Íslands. Og svo sem opnaði fyrst í fyrra, hún fjallar klaustrin og kallast Leitin á klaustrunum og hérna, það út frá bókin hennar Steinunnar Kristjánsdóttur fornleifafræðings. Og í lok fyrirlestrarins þá langar mig að bjóða ykkur að rölta með okkur Hildi upp hér í gegnum þessar dyr og inn á bakvið og upp að sýningunni í horninu. Þeir sem geta gefið sér tíma til að staldra við og skoða aðeins þá sýningu, þá bjóðum ykkur velkomin að gera það á eftir. Hildur Hauksdóttir ræktar klausturjurtir í jurtagarðinum í Dómkirkjuoddinn í Hamar í Noregi. Og hún segir okkur kannski aðeins nánar frá því hvað Dómkirkjuoddinn það sem sagt sýning. Og hún ætlar að tala norræn miðaldahandrit og gróður við íslensk miðaldaklaustrur. Hún garðyrkjufræðingur og hefur lokið framhaldsnámi í sögulegri garðrækt. Það forvitnilegt líka. Hún hefur haft umsjón með þessum jurtagarði á Dómkirkjuoddinn síðan 2015. Og þá langar mig bara að bjóða að gera svo vel upp hérna, Hildur. Og ég hlakka til að vita hvað þú sem þú ætlar að segja okkur. Já. Já, ég heiti Hildur og að vinna á Dómkirkjuoddinn og þessar myndir hérna eru frá Dómkirkjuoddinn. Á Dómkirkjuoddinn þá var dómkirkja á miðöldum og það var líka starfrækt klaustur þar. Og klaustrið, það vitað hvar það en það ekki búið að grafa það fram. Þannig að það ennþá neðanjarðar. Já, það bara gras yfir klaustrinu. Dómkirkjuoddinn mjög stórt safn og jurtagarðurinn frekar stór sýning. Ég rækta í kringum 400 ólíkar tegundir af jurtum. Og að því að safnið það bæði miðaldasafn og það líka safn með bæði gripum og húsum frá nýrri tíma, þannig líka með nýrri tíma jurtir. En það yfir helmingur jurtana sem ég rækta hafa einhver tengsl við miðaldir og klaustur á miðöldum, rækt klausturjurta á miðöldum. Og þegar Þjóðminjasafnið hafði samband við mig og spurði hvort ég væri til að koma og tala á hádegisfyrirlestri hérna, þá var ég einmitt að byrja að lesa, ég úti og rækta plöntur á sumrin og svo á veturna þá fer ég inn og svo les ég plönturnar og skrifa svolítið þær. Og ég var einmitt að byrja að lesa handrit sem eru til 6 handrit sem ég veit sem eru skrifuð á norrænu máli á miðöldum lækningajurtir eða jurtalækningar. Og það einmitt alveg frábært að geta komið beint til Íslands og talað þær af því að meiri hlutin af þessu náttúrulega skrifað á Íslandi af Íslendingum. Já. En það hafa verið færð einhver rök fyrir því að eitthvað af þessu geti hafa verið skrifað á Norðmönnum. Til dæmis, þau eru mjög mismunandi að lengd og þau eru líka skrifað á mismunandi tíma. Frá því á 13. öld og fram á 16. öld. Og eitt þeirra til dæmis þessar 27 línur sem hafa verið skrifað það bil eða í kringum 1370 geta hafa verið skrifað á Norðmanni. Og reyndar líka þetta síðasta handrið hérna, þetta 5 af þeim í safni Árna Magnússonar. En eitt þeirra heitir MS Royal Irish Academy, á Írlandi
og þetta stærsta handritið, það eru 72 blöð í þessu handriti og þessu skipt upp í hérna, þetta eru skipt upp í fleiri kafla sko. Og þessi 72 blöð, þau geta hafa verið að hluta til skrifuð af Normönnum eða af Normanni, það eru margar handskriftir í þessu, en mjög trúlega hefur handritið að mestu leyti verið á Íslandi og það stendur í handritinu sjálfu að þetta sé læknisbók Þorleifs Björnssonar og á svipuðum tíma eins og þetta var ritað þá voru tveir Íslendingar sem hétu Þorleifur Björnsson sem fólk veit annar þeirra var hirðstjóri alveg undir lok 15. aldarinnar og sá fyrsti sem tók þetta handrit og skrifaði það yfir á latneskt letur og lét gefa það út, hann hélt því fram að það hlýta að hafa verið hirðmaðurinn sem átti það. En svo hafa líka verið færð rök fyrir því að það geta hafa verið annar Þorleifur Björnsson. Hann var prestur á fyrri hluta 16. aldar og samkvæmt æviskrám Páls Eggert Ólafssonar þá fékk hann aflausn frá starfi sínu af biskupi fyrir óhæfilegt kvennafar og töfra. Og af því að það handrit það eru í því líka galdrar, það eru galdrarúnir í því og galdrauppskriftir, þannig að mér finnst ekkert ólíklegt að ef hann hefur verið rekinn fyrir kukl og það eru kukl í skrifunum og nafnið hans þarna, þá getur það alveg verið að það hafi verið presturinn sem á það eða átti það og þetta hafi verið skrifað fyrir hann. Þessi handrit, þeim oft skipt upp í 3 ólíka hópa eftir því hvaða heimildir hafa verið notaðar við að rita þau. Og ég sem sagt búin að ég lét fylgja með lítið, þetta uppstilling á því hvernig handritin eru skild og það sem sagt, þau nota sér heimildir og þau koma miklum hluta úr einni átt frá mikið af þessu eru afrit af danskri bók skrifuði af manni sem hét Hinrik Hörpustrengur. Hann var kanúki, líka kallað kórbróðir í Hróarskeldu í Danmörku, dó þar árið 1244 og kanúkar eða kórbræður, þetta eru tegund af munkum sem lifðu í svona bræðrasamfélögum. Bæði eru munkarnir í Ágústínusarklaustrunum, það var meðal annars Skriðuklaustur Ágústínusarklaustur og líka klausturreglur sem hafa verið stofnaðar við biskupsdæmi. Þeir sem eru þar eru líka kallaðir kórbræður eða kanúkar. Heimildirnar fyrir þessu þær koma að mestu leyti, Hinrik Hörpustrengur ein grein og svo það De Viribus Herbarum og Grandibus Supplicum. Þetta eru heimildir þetta eru bækur skrifaðar á latínu og það sem stendur í þeim mikið sótt til Hippókratesar, Dioscorides og Galenos. Og ég ætla sérstaklega að nefna Dioscorides, hann lifði á 1. öld eftir Krist. Hann var Grikki og ritið sem hann skrifaði heitir De Materia Medica og það eru stórir hlutar af, þess að 1. öld eftir Krist, það eru stórir hlutar af handritum sem eru skrifuð á 16. öld á Íslandi sem eru bara næstum því eins og það sem Dioscorides var að skrifa 1500 árum áður á forngrísku. Og þessar heimildir sem hafa verið notaðar, eins og De Viribus Herbarum og Dioscorides og svona, þetta var sérstaklega De Viribus Herbarum sem mikið upp úr Dioscorides, þetta heimild sem að seinna var notuð til þess að búa til heilsukvæðið frá Salerno
og Salerno á Ítalíu, það voru aðallæknarnir í allir Evrópu, komu þaðan, mikil læknamiðstöð og heilsukvæði frá Salerno var áleitin nútíma læknisvísindi langt fram á 17. öld. Þannig að það sem að Íslendingar voru að skrifa niður voru nútíma læknavísindi í Ítalíu, aðal menningarmiðstöðinni, löngu eftir að Íslendingar voru alveg komnir með þetta. Já, hjá sér. Já. Já. Og já. En það er mikið, það sem kemur frá Hinrik Hörpustreng, þessi sem eru blá þarna, það er mjög oft þannig að það stendur, þetta eru skiptin í kafla og kaflarnir byrja með nafn á plöntu og svo kemur stuttur kafli þá plöntu og svo næsta planta og næsti kafli. Á meðan að það eru önnur sem eru gul, þarna þau eru aðeins öðruvísi, þar byrjar það ofta á einhverjum sjúkdómi. Það stendur við höfuðverk og svo kemur uppskrift og það eru bæði plöntur og dýr og önnur aðri hlutir notaðir í þau lyf og svo eru til enn önnur handrit sem að blanda saman köflum úr báðum tegundunum. Já. Og svo eru það jurtirnar sem ég ætla að tala það eru nefnilega jurtir sem að geta hafa verið ræktaðar við íslensk klaustur á miðöldum. Og það kom skýrsla plöntur og íslensk klaustur árið 2012 og þetta Steinunn Kristjánsdóttir í samvinnu við Inger Larsson, Per Arvid Aasen. Já. Já, gjör það svo vel. Já, það má taka mynd. Það mjög fínt að taka myndir, það allt í lagi. Og Kjell Lundqvist. Og þessi skýrsla, það bæði í henni niðurstöður úr frjógreiningum jarðvegssýna og líka það fóru grasafræðingar, Per Arvid Aasen og Kjell Lundqvist, þeir fóru og heimsóttu stað á Íslandi þar sem hafa verið klaustur á miðöldum og skráðu niður hvaða plöntur vaxa þar í dag. Já. Og það eru heimildir úr skýrslunni og frá skráningu flóru sem ég nota til þess að velja plöntur. Já. Og fyrsta plantan sem ég ætla að tala það kúmen. Kúmen kom til Íslands með fólki og fólk þekkir þetta kannski best sem kryddið í kringlunum og í brennivíninu. Já. Og það stendur í íslensku lækningaritunum eða í handritunum að það fyrirkomi vondu veðri í maga og melti mat. Já, og styrkir magan. Og þær upplýsingar finn ég líka hjá Dioscorides, já, sem að lifði það bil 40 til 90 eftir Krist. Fyrir utan það sem að þegar ég kíki í nýjar bækur sem að heita þessar íslenskar lækningarjurtir eftir Önnu Rósu grasalækni og Arnbjörg Linda Jóhannsdóttir, líka kölluð íslenskar lækningarjurtir, báðar þessar nefna kúmenið sem verk og vindeigandi. Þannig alveg frá því á fornöld og upp á okkar daga þá hefur þetta verið notað, þá hefur kúmenið verið notað verk og vindeigandi. Svo stendur líka meðal annars að hún sé heit og þurr í 3. stétt. Og næsta planta sem ég ætla að tala hún heit og vot í 1. stétt og hún heitir hjólkróna. Og hjólkróna, hún vex ekki villt á Íslandi eins og kúmenið gerir. Það finnst sem slæðingur í túnum. En hjólkrónan stundum ræktuð sem garðablóm. En það voru fundin fræ af hjólkrónu við fornleifauppgreftir á Skriðuklaustri. Þannig að þetta getur hafa verið lækningajurt og einmitt á Skriðuklaustri, þar voru Ágústínusar klaustur, þannig að það verið kanúgarðar eins og Hinrik Hörpustrengur og það voru stundaðar lækningarðar, sína beinagrindir fundin við klaustrin. Og þessi jurt hún æt, ný blöð á vorin eru mjög góð. Það fyrsta sem stendur í handritum, þetta sé eins konar kál
og ég trúi því alveg að þeim hafi fundist þetta vera svolítið eins og kál. Þetta bragðast mjög eins og agúrka. Það er líka hægt að borða blómin af þessu. Og svo stendur í ritunum að ef hún er soðin við hunang og sykri og drukkið, þá hjálpar það brjóstu og lungum og styrkir frá því sem skaðlegt er. Já, og ef maður drekkur það með víni, þá verður maður kátur. Já, og það er mjög mikið af víni í þessum handritum. Það er oft af jurtunum er blandað við vín eða vatn og stundum bjór. Og þótt að það sé vín, þá er kætin ekkert alltaf nefnd. Þannig ég held að það sé eiga við plöntuna og ekkert endilega bara vínið. Já, en þess að heit og vot í fyrstu stétt. Já, það er einmitt það sem ég ætla að fara að segja. Það var einmitt það. Ég er eiginlega, málið það, þetta er tilvísun í vessakenningu Hippókratesar. Og í ritum Hinrik Harpustreng þá kallaði þetta tröppur. Og í íslensku handritunum þá þetta kallaðar stéttir og á ensku kallaðar þetta gráður. En hin hippokratísku rit skrifuð í kringum 400 ár fyrir Krist, þau tala að ef það er eitthvað að í líkamanum, ef maður er eitthvað veikur, þá er ójafnvægi á milli hinna 4 líkamsvessa sem eru gult gall, blóð, svart gall og svo slím eða flegma. Og til þess að komast að því hvað það er of mikið af eða of lítið af í líkamanum, þá maður vita og hvort að sjúkdómurinn sé heitur eða kaldur, þurr eða votur. Og þessi inngreining eftir þessum eiginleikum, hún á líka við í þessum kenningum og forngrískum fræðum frumefnin 4, eld, loft, jörð og vatn. Og ef það er þurrt í fyrstu stétt, þá er það örlítið þurrt. Ef það er þurrt í þriðju stétt, þá er það alveg rosalega þurrt. Þannig að það er alveg, já. Og það er mismunandi þegar maður fer að lesa þetta, þá tekur maður rétt í að þetta er ekki þetta er ekki þannig að ef þú ert með votan sjúkdóm þá eru alltaf þurrar plöntur góðar. Það getur líka verið sumstaðar ef þú ert með þurran sjúkdóm þá þarftu þurra plöntu til þess að hreinsa út hina þurru líkamsvessa. Þannig að það er bara misjafnt eftir höfundum og í þessum ritum eftir köflum, hreinlega. Já. Og líkamsvessarnir eru síðan búnir til á 4 stöðum í líkamanum, eða 5 stöðum, af því að slímið, því að lýst það er bæði búið til í lungunum, þetta er svona slímugt í lungunum sem maður hóstar upp þegar maður er með kvef og svoleiðis, og svo var eitthvað svipað inn í heilanum líka, þannig að það er líka verið skrifað það að slím eða flegma getur verið búið til í heilanum, og það er vott og kalt. Já. Og vessakenningar úr hinum hippókratísku fræðum voru banabrjótandi læknavísindi af því að þetta eru færðir rök fyrir því að maður er veikur þá er eitthvað að í líkamanum. Það er ekki bara það að maður þurfa að setjast niður og biðja til Guðs eða það sé einhverju djöflar eða eitthvað svoleiðis í gangi, heldur að það sé eitthvað að í líkamanum. Og það er mikið talað í svona hippókratískum fræðum, það er mikið talað að það þurfa að hreinsa út líkamsvessana. Já. Og blóðið til dæmis, ef það þarf að hreinsa það út, þá er mjög auðvelt að bara tappa því út, gera gat og svo rennur þarna blóð. En ef það er gult gall, þá þarf að koma í gang uppköstum, þá þarf maður að gubba, slíminu er þess að hóstað upp og svarta gall fyrir aðra leið. Já. Og þannig að það er mikið talað hreinsun og þannig að þeir sem halda þetta með að hreinsa líkamann og vera með detox og svoleiðis að það sé eitthvað nýtt, það er það ekki, það er mikið af því í miðaldarhandritunum. Já. Og svo ætla ég að tala eina plöntu viðbót og það stendur í einu handritna að Kamilla heiti á norrænu baldursbrá.
það stendur enda líka að það sé til 3 tegundir af þessari plöntu og það má nota hverja sem þannig að það skiptir ekki svo stóru máli. Og reynda Dioscorides líka, 1. öld eftir Krist, skrifaði líka að það væri til 3 tegundir af kamilu og það mætti nota hverja sem Það öðruvísi, það nefnilega öðruvísi. Það svolítið öðruvísi og það einn af mununum á þessum plöntum. Ég þetta með kamilla vex venjulega ekki villt á Íslandi, slæðist stundum úr görðum, á meðan baldursbráin bara ekkert óalgeng. Og einn af mununum á þeim það að kamillan, blómkarfan þess að kúft á kamillunni á meðan hún flatur á baldursbráni. Og ef maður opnar þá sér maður að inni hún hul kamillan og meðan baldursbrán ekki hul. Og hitt síðasta sem hægt að þekkja það á, það lyktin, af því að þetta eins og kamillute en ekki baldursbrán. Ég les þetta, hún sé þrenns kyns, það að segja að það til 3 tegundir af henni, 3 týpur af henni og má hafa hverja vill. Það túlka ég sem það skiptir ekki máli hverja þessara 3 þú notar. Já. Já, hlaðkolla mjög skilt þessu og hlaðkollan sem sagt ekki með þessi hvítu heldur bara svona gul. Og þær í sömu fjölskyldunni, en þegar þetta var skrifað, þá voru þeir ekki að meina kamilu, baldursbrá og hlaðkollu. Ég nokkuð viss að þeir voru ekki að meina það, af því að það stendur að allar þessar, þær hafa þess að gul blóm í miðjunni, en svo getur verið mismunandi litur á blöðunum hérna í kring. Þannig að það getur verið að þeir hafi haldið að allt þetta væri sama tegundin, eða þessar 2 væru sama tegundin, og svo að það hafa verið fleiri tegundir sem hafa líka verið notaðar á sama máta, sem jafnvel minna skildar hver annari heldur en kamillan og baldursbrán, sem frekar skildar. En ein af ástæðunum fyrir því að ég valdi að hafa með þessa plöntu, þrátt fyrir að það ekki alveg víst hvaða tegund hefur verið notuð hvar, sú að það stendur í spássíu eins handritsins að við hliðina á textanum kamiluna þá búið að skrifa hún vex í skriðu í Hörgárdal. Já, hún vex hérna. Já, þetta ekkert langt frá Skálholti og það klaustur þarna fyrir norðan, eða voru klaustur þarna fyrir norðan á miðöldum. En það Hólar, ekki Skálholt. Já, fyrirgefðu. Hólar fyrir norðan. Fyrirgefðu, já. Það voru 3 klaustur. Það voru Möðravallaklaustur, Munkaþverárklaustur og Saurbæjarklaustur sem voru fyrir norðan. Já. Og líka þegar menn hafa verið að gera svona frælínurit, það hafa þeir fundið kamiluna sem frækorn í Vestmannaeyjum. Já. Þannig að hún hefur verið ræktuð á Íslandi en þá á víkingaöld, þannig að það fyrir okkar tíma, þannig að sé. Allavega. Og svo ég að hugsa að tala aðeins 3 plöntutegundir sem í sömu ættkvísl. Og ástæðan fyrir valdi þessar 3 tegundir að þær koma fram í frjólínuritum án þess að þessi vita hvaða tegund það maður veit hvaða ættkvísl það ekki hvaða tegund. Og allar þessar 3 tegundir það skrifað þær í miðaldahandritunum og en malurtin sem ein af þessum 3, hún skráð fundin við Skálholt sem það á vitlausum stað á kortinu mínu árið 1797. Já. Og malurtin, það stendur hana í lækningaritum frá miðöldum að ef maður stappar hana við eddik
og smyr sig með því, þá flýja af hennar þegar flugur og flær. Já. Og hver sá sem malurt leggur í klæði, þá skadar það eigi mölur. Og hún eltir burt spólorm. Og svo nafnið hennar á íslensku malurt kemur af notinni á móti möl. Og svo ein noti viðbót og það eru þau að mísjeta eigi þá bók ritað með bleki því malurt melsólin. Þannig að ef að það hafa verið skrifaðar bækur á Skálholti og þeir hafa verið að rækta malurt á sama stað, þá getur alveg verið að þeir hafi líka notað það í blekið og ekki bara til lækninga. En það að halda flugum, eða það að segja, það að halda skordýrum og möl í burtu með malurt, það þekkt frá forngrikkjum og upp gegnum miðaldirnar og það var notað í Noregi fram á byrjun 20. aldar. Og líka var hún soðin og afsoðið drukkið af mönnum og gefið dýrum við spólorm. Já. Og næsta planta ambrajurtin og hún heit og þurri þriðjustrett, hreinsar hjartarætur og góða drekkamótri eitri. Og það stendur líka að maður stappar hana með eddiki og drekkur, þá dugir hún þeim sem í svefni talar. Já. Og svo það grárótin, og hún þannig að ef maður drekkur hana við víni, þá skadar mann eigi dýrabitt. Og þetta ein af jurtunum sem nefnd í sambandi við, það tiltölulega mikið af uppskriftum í þessum jurtabókum í sambandi við að losna við dauð fóstur. Og þetta ein af þeim plöntum sem nefnist í því samhengi. Margar af þeim plöntum sem eru nefndar í því samhengi eru eitraðar, og þessi líka eitruð en ekki jafneitruð og margar aðrar. Og já, þannig að það mjög algengt. Sumar þeirra plantna sem eru nefnd í sömu handritunum eru ennþá í notkun á stöðum í heiminum þar sem að fóstureyðingar eru ekki leyfðar. En þarna sem sagt ein af þessum plöntum í íslenskum ritum. Já. Þessi mér vitandi það vex hún ekki villt á Íslandi. Nei, og það eiginlega bara mjög gott af því að þetta líka planta sem að fólki finnst óþægilega því að það eru margir með frjókornaofnæmi fyrir þessari. Já, en hún vex ekki villt á Íslandi. Ég held hún sé ræktuð eitthvað. Já. Hún finnst líka bara sem slæðingur og garðajurt og hún vex ekki villt á Íslandi. En þessar þrjár sem að vaksa ekki villt en geta verið ræktaðar og sumar eru ræktaðar, að þær hafa verið fundnar sem frjókorn við greiningu frjókorna í jarðlögum frá miðöldum. Þannig að einhverjar þeirra hafa verið ræktaðar hérna. En þær hafa síðan ekki villst af því að þær get ekki lifað í samkeppninni í náttúrunni á Íslandi. Þannig að þær geta slæðst úr görðum en það geta ekki bara haldið þar fram að vaksa án þess að reyti arfan í kringu þar í fleiri 100 ár. Já. Og svo ætla ég að tala eina plöntu í viðbót sem hefur líka verið ræktuð á Íslandi og hefur verið ræktuð líka á nýrri tíma og það brenninetlan og hún finnst vaxandi vill á stöðum á Íslandi en hún mjög sjaldgæf og hún á að vera í samkvæmt miðaldahandritunum og líka forngrískum handritum, þá hún góð við hundabitum. Og í forngrísku handritunum þá stendur að maður tekur rótina af henni og hakkar hana niður, þá það mjög gott að nota það ef maður með blóðnassir. En í íslensku handritunum þá hefur maður tekið eftir öðru, þessar plöntur eru nefnilega með svona nálir á blöðunum og á stönglunum sem geta valdið sárum ef maður kemur við þau og það vont og það eru efni inn í þessum sprautar smá efnum inn í húðina sem eru sársaukafull. En það sem Íslendingar skrifa ef maður bara tekur blöðin og leggur þar upp í næstur á sér, þá byrja mann að blæða. Já. Og ég nokkuð viss að það sé hægt,
gera það við þessa plöntu. Já. Og svo það græðisúra. Og sagnir segja græðisúru að það hafi verið hermenn í rómverskir hermenn hafi notað þetta til þess að lækna hælsæri. Líka, en það var líka græðisúran og það þessi græðisúða, hún var líka flutt yfir til, þetta Evrópuplanta og þetta eina plöntunum sem að Evrópubúar tóku með sér yfir til Ameríku. Og indíánarnir í Norður-Ameríku kölluðu þessa plöntu fyrir fótspor hins hvíta manns. Og það stendur í íslensku miðaldahandritum að ef maður blandar henni við eddik, þá hún góð að nota við fótasótt þeirri maður fær af ofgöngu. Já. Útvortis, já. Og það líka upplýsingar hún hafi verið notað við með til þess að fá sár til þess að gróa. Já, hún oftast notuð útvortis og lögð á sár. Og það líka það sem ég að vinna, þetta á pílagrímsleið, þannig að það koma ennþá pílagrímar. Þeir búin að labba úr Oslo og þeir á leiðinni til Niðarás í Þrándheimi og svo þeir komnir með mikil hælsæri þegar þeir koma til Hamar. Og þá kemur fyrir að þeir stoppi á mér og þá kemur fyrir að ég sendi með þeim svona. Já. Og næsta plantan líka illgresi, það njólin. Já. Og njólin, það uppskriftir af því að nota hann í þessum miðaldahandritum við skýrbjú. Og skýrbjúur kemur af skort á C-vitamínum. Og þetta planta sem full af C-vitamínum, það fullt af C-vitamínum í þessu. Og þetta náskylt hundasúrunni og samarnir upp í Norður-Noregi, þeir geymdu hundasúru yfir veturinn til þess að nota við skýrbjú. En njólin hefur líka verið borðaður, sérstaklega ungu laufin snemma á vorin bara ágætt til matar, enda vex njólin oft í kringum bæi og þar sem búið hefur fólk og fólk hefur verið að rækta hann og borðan. Það hata hann allir í dag? Já, einmitt, það hata hann allir í dag og þetta náttúrulega bölvað illgresi. Já, en það mjög auðvelt að draga hann upp ef maður gera það nógu snemma. Veistu það ekki? Nei. Já. Já. En ég ætla að tala nú nefndi ég vessakenningu Hippókratesar og ég ætla að tala eina kenningu í viðbót og ég veit ekki hvort það sé til yfir þetta íslenskt orð. En á ensku þetta kallað Doctrine of Signatures, á norsku heitir það Signaturlæra og það oft álítið að homópatian komi að einhverju leyti úr þessari tegund kenninga og kenningin sem gengur út af það að þegar Guð skapaði heiminn þá sett hann svona tákn í plönturnar. Hann lét sumar þeirra líta út eins og hendur, þannig að þá nota þær ef það eitthvað að höndunum og sumar lét hann líta út eins og dýr, þannig að ef það býtur þig ef það býtur þig slanga þá að leita plöntu með rót eins og slöngu til þess að varnast við því. En þessar kenningar þær urðu vinsælegar í Evrópu eftir tíma siðaskiptana og voru settar frem sem svona almennlegar kenningar eiginlega á 16. öldinni. En það álitið að fólk hafi hugsað mikið á þennan hátt lengi, til dæmis það í gömlum kínverskum fræðum þannig að ef það eitthvað að hausnum þá þarf að nota toppinn á plöntunni, ef það eru fæturnar sem eitthvað þá þarf það að ná í ræturnar. Já. Og ég eiginlega veit ekki hvað Íslendingar hafa trúa mikið á þessi fræði, en ég veit að í íslensku handritinu þá meðal annars einn kafli blóðbergið. Það að segja eiginlega heitir plantan í handritunum, hún heitir Serphyllum
og það sem sagt blóðbergið í þessari ættkvísl eru margar ættir og sumar þeirra alveg rosalega líkar og það mjög erfitt að greina þær frá hverri annari og ein þeirra sem heitir Thymus-Serphyllum sem lítur út alveg eins og íslenska blóðbergið en önnur ætt hefur sem sagt fengið nafnið Serphyllum eftir þessum fræðum og serp í Serphyllum kemur af sömu rót eins og serpent í ensku sem slanga og því lýst líka í íslensku handritunum að þetta sé planta sem á að nota ef að maður bitinn af slöngum og ef að þú notar hann í mat þá það þannig að matarlyktin af matnum flæmir í burtu slöngur og allt sem að skríður og þetta sé gott við öllum eiturbitum og ég hef lesið í annarri enskri bók bara góða lýsingu á því að þetta komi af því þessi notkun við slöngurum komi af því að þetta planta sem að skríður eins og slanga. Já. En blóðbergið í Noregi þá hefur þetta verið notað sem svona hálstöflu planta þannig að hún oft í svona hálstöflum og í nýrri íslenskum lækningaskrifum þá þetta líka lýst sem sagt svona hóstastillandi og slímlosandi og gott fyrir hálsinn og svoleiðis og ég veit ekkert hvort að Íslendingar á miðöldum ég efast að þeir hafi verið neitt sérstaklega hræddir við slöngur og það getur alveg verið að þeir hafi notað það meira eins og fyrir hálsinn og svoleiðis það getur líka verið að þeir hafi bara notað þetta sem krydd það líka hægt að kaupa plöntur í sömu ættkvísl út í búð og þetta tímjan mjög gott krydd já, getur alveg verið notað þannig og ég hreinlega ekki viss á því já. Og svo ætlaði ég að segja í þessari kynningu minni þá hef ég sem sagt stuðst við heimildir úr handritum sem eru skrifuð af að mestu leyti Íslendingum og hafa verið í notkun á Íslandi en upplýsingarnar þaðar, heimildirnar fyrir þessum heimildum koma frá öðrum stöðum í Evrópu, meðal annars frá Ítalíu og Grikklandi og það ein af ástæðunum fyrir því að í þessum heimildum ekkert fjallagrastar og það engin ætikvönn af því að þetta eru íslenskar plöntur sem að forngrikkir skrifuðu ekki eða, já, Rómverjarnir já. Og í þessum ritum þá nefnilega skrifað alveg heilin helling af öðrum plöntum sem að trúlega hafa verið lítið eða ekki ræktaðar á Íslandi, meðal annars lakkrísinn og þá lakkrísinn, það mælst til þess að hann sé notaður við andremu og ef maður með kvef eða illt í hálsunum og það líka skrifað ópíumsvalmúan og það eru nægar upplýsingar í handritunum til þess að vinna lyf úr ópíumsvalmúanum og honum lýst sem sagt hitalækkandi, verkjastillandi og svefnlyfi. Og með því ég hugsa að segja bara takk fyrir að þið komuð og hlustuðu. Já. Takk fyrir Hildur.